Góðan daginn og verið hjartalega velkomin í dag. Já, með að við veðrið í gær þá var það hundleiðilegt veður með rok og látum, en í dag er það æðislegt veður. Svo gaman að sjá haustlitina, svo gulu og grænu og appelsínu gulu, vá. Mér finnst það gaman. Við skulum byrja að því að syngja salminn númer 7. Ó, lofið þér börn mín, númer 7. Við þurfum að lofa Guð alla daga. Næst skulum við syngja 333, bæn þína mæla morgni. 333. Já, við þurfum að gera þetta, að biðja á morgnana og kvöldin, allan daginn, hvaða tíma dags sem er, þegar Guð heyrir alltaf og er alltaf tilbúin að svara okkur. Ritningaversið sem ræðumaðurinn hefur valið er í Efesus 1. kafla og vers 4-5. Við skulum rísa úr sætum. Efesus 1. kafli og vers 4 og 5. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við værum heilagir og lýtalausir fyrir honum, í kærleika sínum. Ákvað hann fyrirfram
að veita oss svona rétt í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun. Þeir sem treysta sér til mega krjúpa til bænar. Kærleiki Faðir á himnum. Já, elsku hjartas Faðir, ég bið þig að vera með okkur í dag og fylla okkur heilugum anda og visku, kærleik og gleði, vera með ræðumanni og öllum þeim sem eru hér, hvað sem eru með hlutverk eða ekki, vera með bænabókinu okkar. Það eru einhverjir skráði þar, þú þekkir þá, blessaðu okkur hér og starfi hér og okkur öll hvert og eitt og þá sem eru á leiðinni, þá sem eru veikir eða komast ekki. Við þörfnumst þín, elsku Faðir, kennd okkur að biðja og kennd okkur að vera með þér. Í Jesú nafni, amen. Og næst skulum við halda áfram að syngja og þá er það 337. Ef ég í dag, nummer 337. Það er líka jafn mikilvægt að geta biðist fyrirgefningar og að biðja Guð að vera með okkur. Við skulum taka upp gjafir. Kærleiski Faðir á himnum, ég bið þig að blessa þessar gjafir og margfalda þær og gefendur, að þetta megi vera þér til dýrðar. Í Jesú nafni, amen. Áður en ég kem með smá tónlistaratriði sem ég fiskaði upp, þá í gærkvöldi voru við hjónin á ASI fundi. ASI Europe og hann var að tala hvað það er mikilvægt karakterinn. Þannig hvernig getum við náð til fólks? Við getum það með réttum karakter. Hvernig við komum fram við aðra, hvernig við segjum frá og hvað við gerum.
Þetta eitt apparat sem kannski skrítið en hægt að nota. Senda skilaboð. Ég búin að vera að senda gleðilegan hvíldardags-kveðju til margra. Og eitt sendi mér í gærkvöldi sem ég hef kannski sendt í 1 ár eða eitthvað. Takk fyrir og eigðu góðan dag. Þetta gladdi hann. Og við getum glatt vini, við getum glatt nágranna, bara með góðum skilaboðum. Ef við heyrum eitthvað nágrann okkar er veikur, senda hann skilaboð. Bara eigðu góðan dag og Guð veri með þér. Þetta getur bjargað og hann getur náð til fólksins. En Samuel, ætlar þú ekki að vera með tónlistatriði? Nei, var það ekki hann Emil? Nei, já, Samuel, sorry. Ok, sorry, elskunni mínar. Salómea, ætlar þú að vera með tónlistatriði? Gjör svo vel. Ég hef bara eitthvað ruglast. Þetta aldurinn. Mikið erum við heppin. Þessi mun taka við þegar við hin erum aðeins eldri. Herðu, það barnasálmur. Hefur við að syngja saman, krakkar? Ég geti komið upp á meðan eða viljið. Við syngjum. Barnasagan, svo kemur Ósi og fræður okkur fullorðna fólkið. Good morning. Góðan daginn. What do I have here? Hvað ég með hérna? What is this? Hvað þetta? Sponge. Þetta svampur.
And what do I have here? Hvað er ég með hérna? Water. Vatn. If I put this sponge here inside, Og ég set svampinn ofan í vatnið. what happens? Hvað gerist? Does the sponge hold water? Heldur svampurinn vatni? Yes. Já. If I do this with the sponge, Ef ég gerir svona við svampinn, what comes out? hvað kemur út úr svampinu? Water. Wow. Yeah. If I put black ink inside here, the water become black. And does the sponge take the black also? Og ef ég set svart ofan í vatnið, þá verður vatnið svart. Verður þá svampurinn líka svartur? Hvað haldið þið? Yes. Yeah. Yes. If I put sugar inside the water Ef ég set sykur í vatnið and mix it, og blanda saman, and the water becomes sweet, þá verður vatnið sætt. and I put the sponge inside, Og svo set ég svampinn ofan í vatnið, does the sponge come sweet also? verður þá svampurinn líka sætur? Yeah. Já. And if I put red ink, En ef ég set rautt blek út í vatnið, and then I put the sponge inside the red water, does the red water come in the sponge? og þá set ég svampinn ofan í rauða vatnið, verður þá svampurinn rauður? Yes. Já. And do you know something? Vitið þið hvað? Our brain is like this sponge. Heilin okkar er eins og þessi svampur. Whatever we hear, Alveg sama hvað við heyrum whatever we watch, og allt sem við horfum á, comes inside our sponge fer inn í svampinn okkar, inn í heilan okkar and stay there. og bara verður þar. And if we hear somebody in TV doing bad things, Og ef við horfum á eitthvað ljótt í sjónvarpinu, þá fer það inn í hugan okkar. if we see somebody fighting in the TV, Og ef við sjáum eitthvað að berja hvern annan í sjónvarpinu, it comes inside our mind. þá fer það inn í heilan okkar. If we see somebody just cursing other, Og ef við sjáum eitthvað vera að blóta, it comes inside our mind. þá fer það inn í hugan okkar. And the mind stay full of these bad things. Og þá verður heilin fullur af þessum ljótu hlutum. And then we become like these bad things. Og þá verður við svona eins og allir þessi vondu hlutir. Because our brain Af því að heilin á okkur is like the sponge. It sucks everything. er eins og þessi svampur, hann dregur allt í sig. And then when you are living Og þegar að þið eru að lifa lífinu and you do like this, og þið gerir svona við heilan ykkar, that svona, og þá kemur allt út úr okkur, út úr huga okkar, eitthvað ljótt. so we need to take care. Þess vegna þurfum við að passa vel upp á What are you watching? það sem við erum að horfa á. What are you listening? Hvað er það að hlusta á? Who is our friends? Hverjir eru vinir okkar? Because everything that's around us comes inside our, Allt sem er í kringum okkur fer inn í hugan. goes out of our mind like Og svo þegar out það fer of a sponge. út úr huga okkar svona eins og þegar maður kremur svampinn. So we have to take care, Þess vegna þurfum við að passa upp á okkur. not watch bad things, Ekki horfa á ljóta hluti. not have bad friends. Ekki eiga vonda vini. Eða slæma félagskap. Do you understand that? Skiljið hvað ég á við? Are you ready to choose a good friend? Eru þið tilbúin til að velja ykkur góða vini sem hafa góð áhrif And to learn good things in the Bible? og læra góða hluti í Biblíunni, To be like Jesus? vera eins og Jesús, So we are going to be good children. svo við getum verið góð börn. And then good woman and good man. Og svo þegar við vorum fullorðin að vera góðar konur og góðir menn. That you go, listen, and watching good things in your life. Og nú, Okay. hug, Your mind is like that. hugsiði Everything goes inside it. Hugsið vel okkur því að við erum eins og svampurinn, allt fer inn. God bless you. Guð blessi ykkur.
I'd like to invite here David, Fabi, or Mahalet. Queremos invitar a David, Fabi y Mahalet. Vengan aquí hasta adelante. Gjörið svo vel, Fabi og David og Mahalet. Nú fer fram barnshelgun. Welcome, please. And today we have the dedication of this little beautiful child. Og í dag erum við með barnshelgun og þessu dásamlega fallega barni. And that we learn in Jesus, with Jesus. Og þannig lærum við með Jesú. When Jesus was talking with his disciple, Þegar Jesús var að tala við lærisveina sína and the children wants to come to Jesus, og þegar börnin vildi koma til Jesú, and what did the disciples did it, og hvað gerði lærisveinarnir þá? and what did Jesus did it. Og hvað gerði Jesús? I'm going to read here Nú ætlum ég að lesa það fyrir ykkur. in Mark 10, verse 13 to 16. Markus og Guðspjall 10. Then they brought little children to him, 13. vers. Menn færðu börn til hans that he might touch them. að hann snerti þau, But the disciples rebuked those who brought them. en lærisveinarnir átöldu þá. But when Jesus saw it, Og þegar Jesús sá það, he was greatly disappointed sárnaði honum and said to them, og mælti við þá. let the little children come to me, Leyfið börnunum að koma til mín, and do not forbid them, varnið þeim eigi, for of such is the kingdom of God. því að slíkra Guðs ríki. Assuredly I say to you, Sannlega segi ég yður, whoever does not receive the kingdom of God as a child sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, will by no means enter it. mun aldrei inn í það koma. And he took them up in his arms and laid his hand in them and blessed them. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Have you already thought what's going to be over this little child? Hafið þið, excuse me, Have they thought what's going to be about this little child in the future? hafið þið hugsað hver framtíð þessa barns Ustedes han pensado cuál va a ser el futuro de esta niña? A child alone can grow without any guidance. Barn getur vaxið upp án þess að fá neina leiðsögn. Un niño puede crecer sin que alguien lo guíe. Different parents raise different child. Og ólíki foreldrar ala upp ólík börn. Padres diferentes crían niños diferentes. Many parents, when we ask them, what do you want for your child? Og mörg foreldrar spyrja sig hvað viljum við fyrir börnin okkar. Muchos padres preguntan, ¿qué quiero yo para mi hijo o mi hija? And they say, I want a brilliant future. Og þau segja, ég vil að barnið mitt hafi frábæra framtíð. Quieren que su hijo tenga un futuro maravilloso. I want they go to school and high school and university. Ég vil að þau fari í skóla og mentaskóla og háskóla. Quiero que vayan a la escuela, a la preparatoria y a la universidad. And we know that that's good when the parents can think about this. Og þetta mjög gott að foreldrarnir skulu hugsa svona. Es bueno que los padres piensen así. But the parents has to cultivate the field of the child. Já, en foreldrarnir þurfa að rækta huga barnsins. Los padres tienen que cultivar la mente del niño o la niña. It was God that gave you this little child. Guð gaf ykkur þetta barn. Dios les dio esta niña. What can you do then? Hvað getur þið gert? So this baby grows in God's way. ¿Qué pueden hacer para que esta niña crezca en los caminos de Dios? You have to work. Þið þurfið að vinna að því. Tienen que trabajar mucho. You have to pray for it. Þurfa að biðja fyrir barninu. Tienen que orar por ella. The only guarantee of production
of good things in this child Eina öruga leiðin að það kom eitthvað gott frá vaks eitthvað gott í barninu. La única manera segura de que algo crezca bueno en la niña. if you as a parent plant good seed in her mind. Ef að þið sem foreldrar setjið góð fræ í huga barnsins, si ustedes ponen una semilla buena en la mente de la niña. Be consistent in your example. Og þið þurfa að fylgja, gefa gott fordæmi. Tienen que ser un buen ejemplo para ella. Give a good example. Pray and teach the word of God for this child. Biðja og kenna orð Guðs fyrir þessari stúlku. Orar y enseñarle la palabra de Dios. If you pray and teach the word of God, Ef þið kennið og biðjið, what you plant in her mind is going to grow. lo que ustedes plantan en la mente de la niña, eso va a crecer. Þetta mun vaksa svo, þessi fræ. So God bless you as a parent. May Guð blesse ykkur sem foreldra. Que So we are Dios los going to kneel bendiga down to pray together. como sus padres. Vamos a hincarnos. Dear Heavenly Father, which art in heaven, Kæri Fadir, þú sem ert á himnum, querido Padre que estás en el cielo, we are here down in your knees in front of your holy presence. við erum hér á hnjánum frammi fyrir þínu heilegu nærveru. Estamos aquí ya arrodillados ante ti We are dedicating Mahalet og við erum að tilhenga Mahalet, estamos dedicando a Mahalet, that she may grow in your way. svo hún vaxi á þínum vegum, que crezca en tus caminos, That she grows healthy, að hún alist upp heilbrigð, que ella crezca con salud, that she may be the happiness of her parents. að hún gefi foreldri sínu mikla hamingju, que So ella we- le dé mucha felicidad a sus padres. So we dedicate her to you, Father, Og við tilhengum hana þér, Fadir. that you bless her and her parents. Se lo dedicamos a ti, Señor, para que tú le ayudes y que la bendigas. In Jesus' name we pray. Y nafni Jesu Krist, við byggjum, oramos en el nombre de Jesucristo. Amen. 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 God bless you. God bless you, parents. So good to be with you here today. Gott að vera hér með ykkur í dag. And good to be in the house of the Lord. Gott of að the vera Lord. í húsi drottins. And I would like to share with you one message that La- is based in Ephesians 1. Mér langar að deila með ykkur boðskap úr Efesusbréfinu 1. kafla. And I'm going to read it through the message, not now. Ég ætla ekki að lesa það allt í gegn núna. Dr. William Wilson, Dr. William Wilson, William Wilson, læknir, eða doktor. he was a world-renowned psychiatrist and behavior scientist. Hann er mjög frægur fyrir geðlækningar og vísindi á geðsviði. And he recounted his conversion Og hann segir frá því hvernig hann gafst Guði. because he was not a believer in God. Hann trúði ekki á Guð, But while he went out in the wilderness for camping, en einu sinni þegar hann fór eitt sinn út í náttúrunu til þess að tjalda, he was contemplating the sky, the beautiful sky full of stars. og þá horfði hann eitt sinn upp í himininn á stjörnurnar And then he came to conclusion. og komst að þeirri niðurstöðu This world didn't appear by chance. að þessi heimur, hann birtist ekkit bara fyrir tilviljun.
someone must have created. Hlýtur einhver að hafa skapað þetta. And he was not a believer. Og hann var ekki trúaður. But these thoughts in his mind En hugsanirnar í hans huga lead him to on a spiritual pilgrimage leiddi hann yfir á andlega göngu that later led him to conversion. sem leiddi hann svo til þess að gefast Guði. He then begins a study on the gospel. Og hann byrjaði að rannsaka Guðspjöllin And he was trying to harmonize the gospel with the feelings and emotions of people. og hann var að reyna að finna út úr því hvernig hægt að sjá tilfinningar fólks í Guðspjöllunum. Then he wrote a book Og skrifa hann svo bók about the experience of people that he was in contact. Upplifanir fólks sem að hann var átt í samskiptum við. And in this book he tells the story of Peter. Og í þessari bók segir hann söguna Pétri. Peter was a child that was behind in the school. Já, Pétur var barn sem var eftir á í skóla. He was born in a house, Hann fæddist á heimili and he was a boy like he had to wear a glasses so thick like a bottle. og hann þurfti að vera með gleraugu sem voru með svo þykk gler eins og að væri botn á glerflösku. And even wearing a glass like that, he could not see well. Og þó sem hann væri með þessi gleraugu gat hann ekki séð vel. And he was ridiculed at school. Og það var verið að gera grín af honum í skólanum. He was mistreated at his home. Það var ekki komið vel fram við hann heima hjá honum heldur. And his stepfather always beating him. Og stjúpfaðir hans var alltaf að lemja hann. Peter had no identity on his own. Pétur var ekki með svona eigin ímynd. So he began to steal from a store near his home. Þannig að hann byrjaði að stela úr búð sem var nálægt heimili sínu. He had at first he stole small toys. Fyrst byrjaði hann að stela litlum leikföngum. Then he started to steal some tools. Svo fór hann að stela verkfærum. And he became an expert thief. Og svo varð hann sérfræðingur í að stela. Hann var þjófur. He always stealing people and nobody could catch him. Og hann var alltaf stelandi af fólki og það náði honum enginn. And this came for him like a self-esteem. Og þarna byrjaði hann að finnast hann vera einhvers virði og fekk svona vist sjálfsálit. He said, at least in stealing I'm somebody. Og já, mér að takast vel að stela, þá ég einhver. And at the age of 21, En þegar hann var 21 árs, he became an expert in robbing tools houses. Þá var hann sérfræðingur í að stela, robbing what? Tool houses, tool house. Tool house. Like something that the house where they sell tools. Já, hann var, sem sagt var að stela í fyrirtækjum sem voru að selja verkfæri. And he had a garage full of new things that he stole. Og hann var með bílskúr sem var alveg tróðfullur af nýju dóti sem hann var að stela. And it was all new in the package that he stole from the stores. Og var allt nýtt í þessum pakningum sem hann var að stela. But Peter knew Dr. Wilson through his wife that was Christian. En Pétur hann þekkti þennan geðlækni gegnum konuna sína sem var kristin. And Dr. Wilson shared with him the principle of the gospel. Og þessi læknir Wilson deildi með honum meginatriðum kristinnar. And he accepted the gospel and Jesus and changed his life. Og hann tók við Jesú og fagnaði reyndinu og umbreytti lífið sínu.
And the doctor started to share with him like this. Og læknirinn byrjaði að deila með honum fagnaðarerindið á eftirfarandi hátt. We belong to Christ by creation and by redemption. Við tilheyrum Kristi vegna þess að hann skapaði okkur og hann frelsaði okkur. In the gospel we learn that we are someone. Við sjáum það í Guðspjöllum að við erum einhver. If someone thinks that they are nobody. Ef einhver hugsar að hann sé ekki neitt. In the gospel is revealed that we exist in the mind of God before we were born. Og Guðspjöllum kemur fram að við vorum til í huga Guðs áður en við vorum jafnvel fædd. Our value is not internal, it's external. Og okkar virði er ekki hið innra með okkur, heldur er það eitthvað sem er fyrir utan okkur. We belong to Christ Við tilheyrum Kristi by creation and by redemption. vegna þess að við vorum sköpuð og vegna þess að hann frelsaði okkur. So in Ephesians, we start to read now, Ephesians. Og við förum í Efesus byrja. We read verse 5. Við förum í 1. kafla og 5. vers. And it says like this, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Ákvað hann fyrirfram að veita sonarréttinn í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun. So we learn here that in Jesus Christ, Hér lærum við að í Jesú Kristi we are adopted to God. þá erum við ættleidd af Guði. Now we are children of God. Nú erum við börn Guðs. So everybody here that accept Jesus now are children of God. Þannig að allir hér sem taka við Jesú eru börn Guðs. We are different people. Við erum öðruvísi fólk en aðrir. In our family we have different children. Í fjölskyldunum, já, við erum öll ólík og í fjölskyldum eru alls konar börn. But we are all children of God. En við erum öll börn Guðs. And also, Ephesians 1:10 Og við förum í 10. versið. says that in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Sem hann hafði með sjálfum sér ákveðið að framkvæma fylling tímans kæmi. Hann ætlaði að safna öllu því sem á himnum og því sem á jörðu undir eitt höfuð í Kristi. See here that new destiny is ours as a children of God. Og hérna sjáum við að við erum með nýja framtíð sem börn Guðs. Said that God is going to gather us in heaven. Hann ætlar Guð að sameina okkur á himnum. See, in this earth we have many problems. Á þessari jörðu eru mörg vandamál. We have sickness. Við erum með sjúkdóma. You know that I am with illness also. If you don't know, it's new for you, but I'm going to be out of here in October to do a treatment. Eins og þið kannski vitið sum hver, þá ég með sjúkdóm og ég verði í burtu í október mánuði til að fara í meðferð. It's a problem in my nerve. Þetta eru taugavandamál. So everybody here on this earth have some problem. Þannig að allir hér á þessari jörð eiga við einhver vandamál að stríða. I'm not saying that all of you are ill, but you have some problem in the family, you have some problem in the job, you have some problem everywhere. Ég ekki að segja að þið séu öll með einhvern sjúkdóm, en allir eru með einhver vandamál, hvort heldur sem í vinnunni eða fjölskyldunni eða hvar sem það But we are preparing to go to heaven. En við erum að undirbúa okkur að fara til himna. This earth is not our eternal habitation. Þessi jörð ekki staðurinn sem við munum búa alla eilífð. But it says here, heaven is. En það stendur hér, himinin það. We have to prepare ourselves to be with God in heaven. Við þurfum að vera undirbúin til að vera með honum á himnum. And verse 7 says like this. Og í versi 7 kemur fram. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Í honum
Fyrir blóð hans eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra, svo auðug náð hans. So in Christ you have a new security. Nú erum við með öryggi. Because he has said that we have a redemption. Þarna kemur fram að við erum með endurlausn. Because also we have the forgiveness of sins. Því við erum líka með fyrirgefningu synda. So in Jesus Christ, a new security is ours. Í Jesú Kristi þá þetta nýja öryggi okkar. Before we were born, Áður en við fæddumst, Christ had a plan for us. þá var Kristur með áform fyrir okkur. In God in his mind put together our chromosomes, our genes, Guð í hans huga sett hann saman litningana okkar og genin okkar to form our own characteristic. til þess að við öðlumst okkar eigin lindisengun. You are special because you exist in the mind of God before you were created. Þið eru eitt og sérkvært mjög sérstakt því að þið voru til í huga Guðs áður en að þið fæddust. We are not came by chance. Við erum ekki hérna fyrir einhverja tilviljun. God thought about you before you were born. Guð hugsaði til þín áður en þú fæddist. We exist in his mind before we were born. Við vorum til í huga hans áður en við vorum fædd. So I'm somebody not because I have a car, Ég ekki einhver að því að ég á bíl, not because I have a profession, ekki að því að ég er með einhver náma baki, not because I'm a businessman. ekki að því að ég er viðskiptamaður. I'm somebody because God thought about me before I exist. Ég er einhver vegna þess að Guð hugsaði mig áður en að ég var til. Many people go around trying to prove that they are somebody. Margt fólk reynir að fara í gegnum lífið til að sanna fyrir öðrum að þeir séu einhverjir. So they paint their hair in different colors. Fólk jafnvel litar hárið sitt alls konar litum, These extravagant colors. litum sem að kalla á athygli. And what they want to say when they paint their hair in just strange colors. Og hvað það að reyna að segja þegar það litar hárið sitt með svona skrýtnum litum? They just want to say to you, I'm somebody. Þeir eru bara að reyna að segja, ég er einhver. When they walk around with ripped clothes, Þegar fólk gengur í rifnum fötum, when they walk around with piercing everywhere in their body, eða að setja eyrnalokka og alls konar út allan líkamann, what they want to say? hvað þau að reyna að segja? Look at me, I am someone. Sjáðu mig, ég er einhver. I am not simply one more among the 8 billion of human beings. Ég er ekki einn af þessum 8 milljörðum manna á jörðinni. I'm different. Ég er öðruvísi. Look at my hair. Sjáðu hárið mitt. Look my clothes. Sjáðu fötin mín. Look my piercings. Sjáðu allar hringana eyrnalokka og hringa út allt. Some even say, Sumir segja jafnvel, do you know who I am? veistu hver ég er? I'm the president. Ég er forsetinn. I'm the minister. Ég er ráðherrann. I'm the professor of the university. Ég er kennari hjá háskólanum. Our value is not connected to our position. Faðir okkur á himnum er ekki tengdur við þá stöðu sem við erum í þessu lífi. Our value is not connected to our clothes. Og virði okkar tengist ekkert fötunum sem við klæðumst í. People who live this quality of life, Fólk sem að lifir slíku lífi, they live in slavery. já, fólk sem lifir slíku lífi á þess að gera sér grein fyrir því, þá þeir að lifa lífi svona eins og þrælar. But freedom is to get to know that we are child of God. En frelsið það að við skiljum að við erum börn Guðs. On the cross, God revealed that he thought a lot about us. Þegar að Jesús var á krossinum, þá birti Guð okkur það hversu mikið hann hugsar okkur. So I am someone
because I was created in the image of God. Þannig að ég er einhver vegna þess að ég var skapaður í mynd Guðs. James, the son of nobody, James, the son of nobody, Ég myndi segja þá Jakob, sonur einskins, he tells his own history. hann segir sína eigin sögu. When he was 61 years old, Þegar hann var 61 árs, he went to the house of his aunt, þá fór hann til frænku sinnar. and he said to his aunt that was 80 years old, Þá sagði hann við frænku sem var 80 ára gömul. Aunt, Frænka, I would like to ask you one thing. mér langar að spyrja þig að einu. Would you like to tell me who is my real father? Ertu til að segja mig hver minn raunverulegi faðir er? And she answered him, James. Og hún sagði, James, We don't know even who is your real mother. við vitum ekki einu sinni hver er þín raunverulega móðir. How can you know who is your father? Hvernig á ég að geta að vita hver faðir þinn er? The one that you think that is your mother. Þessi kona sem þú telur vera móðir þína. One day, Einn dag, she just appeared at home with one baby in her arms. birtist hún heima með barn í fanginu. And she came inside the house and grew this child as hers. Hún kom inn á heimili sitt og sagði, ég ætla að eiga þetta barn. And we don't know where this child came. Við vitum ekki hvaðan þetta barn kom. And this child is you. And this child is you. Og þetta barn varst þú. So we don't know who is your mother. How do we know who is your father? Við vitum ekki hver móðir þín er. Hvernig í ósköpunum eigum við að vita þá hver faðir þinn er? And this made him very sad. Og þetta gerði hann mjög sorgmæddan. Because before he thought that he had a mother. Af því að áður þá hélt hann ætti móður. Now he discovered that he didn't have a father, not even a mother. Og hann uppgötvaði það að hann átti hvorki föður né móður. And that made him very, very sad. Og þetta gerði hann afar sorgmæddan. When he was driving home and Þegar- his wife was beside him, Þegar hann var að keyra heim til sín og konan hans var við hliðina á honum, his wife was afraid to talk to him þá var konan hans hrædd við að tala við hann. because she knew that he was very sad. Af því að hún vissi að hann var svo sorgmæddur. But suddenly, En svo allt í einu, he turned to his wife and said, Mary, hann segir við konu sína, Marja, I know who is my father. ég veit hver er faðir minn. I know who is my father. Ég veit hver er faðir minn. God is my father. Guð er faðir minn. God is my father. Guð er faðir minn. New security is in Christ. Og þetta öryggi finnst í Kristi. In Christ we have new identity. Í Kristi erum við með nýja sjálfsmynd. Salvation is by faith. Frelsunin er fyrir trú. The faith that justifies. Trú sem að réttlætir. And the faith that sanctifies. Trú sem helgar. And the same faith Og þessi sama trú, anticipates our glorification. hún gerir það verkum að við megum búast við að fara upp til himins í dýrð. The entire process is by faith. Allt þetta kemur fyrir trú. By faith in the death of Jesus, we are free. Fyrir trú á dauða Jesú Krists erum við frelsuð og við erum frjáls. Today I'm imperfect. Í dag er ég ófullkomin. Today I'm weak. Í dag er ég veikgeðja. Today I'm guilty. Í dag er ég sekur. But today I pray to Jesus. En í dag bað ég til Jesú. And Jesus administered for me in heavenly sanctuary. Og Jesús er að biðja fyrir mér upp á himnum í hans musteri þar. So I'm safe. Þannig frelsast ég. Today I have good news for you. Ég hef með góða fréttir fyrir ykkur í dag. And I think I jumped this one here. I lost that we didn't read, sorry. Beloved, now we are the sons of God. Förum við 1. Jónsarbréf 3:2.
and it do not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir, því að við munum sjá hann eins og hann See the privilege that we have. Sjáu þið þessi forréttindi sem við höfum. Today we are weak, Í dag erum við veik. but in heaven we are going to be like he. Í dag erum við veikburða en einn dag munum við vera með honum á himnum. We are going to be perfect. Þá munum við vera fullkomin. We were created in the image of God. Við vorum sköpuð í ímynd Guðs. We just lost this because of sin, Við töpuðum þessu vegna syndarinnar. but we're going to gain again. En við munum öðlast þetta aftur. And we're going to be perfect again. Og við munum vera fullkomin aftur. We're going to be free of all illness, Og við munum losna við alla sjúkdóma, all sins, alla synd all disgrace, og alla skömm, all suffering. alla þjáningu. We are going to be happy with Jesus in heaven. Við munum vera hamingjusöm með Jesú á himnum. If you feel that you are not perfect yet, Ef þið finnst þú ekki vera fullkomin, if you are no longer what you were before, eða þú sér að þú ert ekki lengur það sem þú varst áður, but you still that you are not complete, en þið finnst þú ekki vera heill, it is because God is still working in you. það vegna þess að Guð ennþá að vinna í þér. And he has not finished yet his work, Hann hefur ekki lokið þessu starfi, but he will finish. en hann mun ljúka því. In Philippians 1:6, Förum við Filipi bréf 1:6. be confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Og ég fulltreysti með því að hann sem byrjaði í yður góðaverkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krists. So don't look to your sins. Ekki vera að horfa á syndirnar þínar. Don't look to your weaknesses. Ekki líta á veikleika þinn. Don't look to your defeats, Ekki horfa á það sem að þér hefur ekki tekist að gera. because they discourage you. Þetta dregur úr þér. Look to Jesus. Líktu til Jesú. And so I am sure that God, who began his good work on you, will finish it. Þannig að ég er fullviss að Jesú sem hóf þetta góða verk í þér muni fullkomna það. He already began the good work on you, Hann er nú þegar byrjar að vinna hið góða verk í þér and he will complete. og hann mun ljúka því. The Holy Spirit is working you. Hinn heilagi andi er að starfa í þér. Jesus is drawing you to himself. Jesús er að draga þig til sín. And one teacher at the beginning of the school said to her students, Eitt kennari sagði við nemanda sinn, "Oh, the student will pass in the end of the year. Don't worry about it." þessi nemandi, hann mun ná alveg pottþétt í lok annarinnar, hafið engar áhyggjur. The only thing that the student need to do Það eina sem að nemandi þarf að gera and fulfill the requirements and not miss classes. er að fylgja öllum fyrirmælum og ekki hægt að koma í tíma. If a person has difficulty, Ólíkir einstaklingar eru með ólík vandamál. the Holy Spirit is our teacher, Heilagur andi er kennarinn okkar and he will help us. og hann mun hjálpa okkur. Every day he comes and repeats the same lessons. Hann kemur á hverjum degi og endurtekur sömu leksíurnar. Every day he helps us in our weaknesses. Á hverjum degi hjálpar hann okkur í veikleika okkar. There is safety in a God like this. Það er öryggi að finna hjá slíkum Guði. In God, I know that I am a son of God. Í Guði veit ég að ég er sonur Guðs. In Jesus, there is security. Og það er öryggi í Jesú. In the Holy Spirit, the victory is ours. Og sigurinn er okkar í hennum heilaga anda. In Christ, there is a new destiny. Og í Kristi þá erum við með nýja framtíð. And death is no longer a black hole without an end. Og dauðin er ekki lengur eitthvað svona svart hól með engum botni.
Death is no longer a night without morning. Dauðin ekki lengur bara nótt án morguns. We will live eternity with Jesus. Við munum lifa alla eilífð með Jesú. We will live eternity, and eternity is a long, long, long time. Við munum lifa alla eilífð og eilífðin mjög langur tími. In Christ, there is a new destiny, Í Kristi þá erum við með nýja framtíð, the eternity. Eilífðina. You will be able to live forever and ever. Þú munt lifa alla eilífð. In Christ, we have a new identity. Í Kristi þá erum við komið nýja sjálfsmynd. There will be no more headaches, Það verður ekki lengur neinu höfuðverkir, no more stomach aches, engin magaverkur, no more cancer. ekkert krabbaminn All suffering will be in the past. og öll þjáning mun vera bara í fortíðinni. Eternity is real in Christ Jesus. Eilífðin raunveruleg í Jesú Kristi. We just need to be part of the heavenly family. Við þurfum bara að vera hluti af henni himnesku fjölskyldu. Not only when Jesus comes, you have to be part of Jesus' family now. Ekki bara þegar Jesús kemur tilbaka aftur, heldur vera það núna. If we don't decide to be part of the family of God now, Ef við ákveðum ekki að vera hluti af fjölskyldu Guðs núna, when He comes, it's too late. þá orðið of seint þegar hann kemur aftur. So we have to be prepared today. Við þurfum að undirbúa okkur í dag. We have to decide now Við þurfum að ákveða okkur núna that we want to live with Jesus when He comes back. að við viljum búa með Jesú þegar hann kemur tilbaka aftur. Do you want to take this decision now? Viljið þið taka þessu ákvörðun í dag? Do you want to be a child of God now? Vilt þú vera barn Guðs núna? God bless you. Guð blessi þig. Amen. Já, amen, amen. Þetta frábær ræða og gott að hugsa það. Þetta má vera hérna, þetta alltaf leið. Og hér fallegu sálmur sem passar svo vel við ræðuna. Guð svo góður að þegar við röðum saman sálmum þá oft passar sálmurinn við ræðuna. Og næsti sálmur 327 að fullu og öllu. Ég fylgi fyrir þér. Fullu og öllu. We shall stand for the blessing. Thank you, Lord, for the promises that one day you are coming back to take us home.
Thank you, Lord, for being with us here in worship today. I ask you to bless each one of us, every family of this church. I ask you to lead us toward heaven. When you come back, help us to be ready to receive you as our Savior. Please be with each one of us. I pray in Jesus' name. Amen. Eru einhverja tilkynningar?